gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við viljum að ræða pólitík að mestu leyti innanlands. Samkvæmt könnun Maskínu í dag fólk í atvinnulífinu á Íslandi mun svartsýnna á efnahagslega framtíð hér innanlands en áður. Sumir segja að vaxtasleggjan hennar Kristrúnar hafi í besta falli reynst klaufhamar. Við sjáum hvað gerist á morgun þegar Seðlabankinn mögulega lækkar vexti. En það allavega ljóst að ríkisstjórnin hefur fengið mótlæti í fangið sem að kannski ekki var algjörlega fyrir séð. Þar má nefna náttúrulega fall fyrirtækja eins og Play og annað pus í ferðaþjónustu, stóriðju áföll og hingaði komin Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræði prófessor við Háskólann á Bifröst. Vertu velkomin. Takk fyrir. Já, að byrja aðeins svona í þessu sem ég nefndi í inngangnum, heldur það þessar efnahagsaðstæður og svona umræða tolla, ESB-tolla og kísilmálm og eitthvað svona hafi áhrif á veðrið hjá ríkisstjórninni eða kallar þetta á einhverju liti á breytt plön? Jú, þetta hefur allt svona áhrif sko en þú veist að þeirli þetta upp og áföll ríkisstjórna tiltölulega nýtt ekki við, þá það nú bara eðli mál sko. Þú veist að ríkisstjórnin fá alltaf einhvern fjandann í fangið. Það nú bara eðli þess að vera ríkisstjórn. Að það kemur eitthvað ófyrirséð sem að ruglar áætlunum og stjórnmál þess meira en 90% viðbragð við einhverju sem að kemur upp. Og ekki nema í besta falli 10% eitthvað sem þú ætlar að leggja til sjálfur sko. En þannig að það sem reynir á þá stjórnlistin í slíku ástandi. Já. Hvernig geta menn haga málum. Þessi ríkisstjórn hefur fengið alveg feikinlega meðbyr og í rauninni hefur stuðningurinn við hana haldist hærri heldur en að maður hefði getað gert ráð fyrir einfallega bara vegna þess að ríkisstjórnir verða óvinsælli fyrir núna heldur en áður bara í okkar heimsluta almennt og það hefur ekki gerst í þessu tilviki og þetta veiðigjaldamál var greinilega vatn á myllu ríkisstjórnarinnar frekar heldur en stjórnarandstöðu flokkana. Algjörlega. Og það hefur sem að hafa reyndar lært af því virðist vera í haust, það ekki þessi sömu átök. Stjórnarandstaðan hefur ekkert náð að fóta sig almennilega gagnvart þessar ríkisstjórnum. Maður sér það í svona traustkönnunum, ánægjukönnunum að fólk miklu ánægðara með ríkisstjórnarflokkana heldur en stjórnarandstöðuflokkana enn sem komið En það þýðir ekki að það verði viðvarandi ástand. Nei. Og það líka önnur spurning sem margir velta fyrir sér að hve miklu leyti það persónufylgi Kristrúnar Frostadóttur að þakka? Já, hún nýtur alveg gríðarlegs persónufylgis og rauninni meira persónufylgis heldur en maður sá í kortunum bara fyrir einhverju síðan sko. Já. Hún hefur náð alveg óbáslega sterkum tökum. Við snemma. Já, við sáum könnunum daginn sem að mældi viðhorf almennings til. En það í sjálfu sér ekki endilega heillavanlegt til framtíðar að ná svo sterkri stöðu svo snemma eins kannski öfusnúið og það kann að hljóma Sá ég þið ekki spáði í einhvers staðar að fylgi samfylkingarinnar myndi að líkindum dvína frá því sem... Já, þetta engin stjarneðlisveið. Það bara einfaldlega þannig verið í löndunum kringum okkur hér og allstar annars staðar að ríkisstjórnir fara af stað með fylgi, meiri hluta fylgi og svo smám saman rjáttlast fylgi af flokkum og það bara það ekkert eitthvað annað sem að hefur liggur að baki því að maður bara gerir frekar ráð fyrir því að það verði á brattana sætja fyrir samfylkingu og aðra ríkisstjórnarflokka
eftir því bara sem að líður á kjörtímabilið. Þrýstingurinn verður meiri, tækifæri stjórnarandstöðunnar verða fleiri og og svona óþólið magnast svolítið og fylgi fyrir að rjáttlast af stjórnarflokkunum og forystuflokkurinn þarna sem að hefur auðvitað notið gríðarlega sko mjög aukins fylgis frá því sem að það var allavega til skamstíma og þá leitar svona yfirleitt sko einhvers konar jafnvægis. Já. Þannig að það er bara staðan er bara einfaldlega svo það er ekki rými fyrir mikla aukningu sko en það er töluvert mikið rými fyrir lækkun fylgis þannig að það er bara sú staða sem að gera það verkum að það er eiginlega eðli máls samkvæmst nánast óhjákvæmilegt að fylgi muni dvína og ég meina ég gerir bara ráð fyrir því að flokkur eins og Samfylkingin gerir sér bara fyllilega grein fyrir því sjálf. Já. Sko maður sér líka bara að stjórnarandstaðan, hún ber líka virðingu fyrir Kristrún. Já. Maður finnur það í fyrirspurnum og öðru, maður finnur það í þessu orðaskaki á þingi, sko. Já, sko, þetta er, sko, ástandið með dálítið athyglisvert fyrir akkurat þessa stöðu, því að styrkleiki Kristrúnar er á efnahagssviðinu, þar liggur hennar styrkleiki. Og þar frýr henni engin vits. Nei. Fólk getur haft alls konar skoðanir á hvernig sko rétt sé að haga fleginu en það er enginn sem að getur sko efast að hún viti hvað hún er að tala þegar það kemur að efnahagsmálum. Og þannig eftir því sem efnahagsmálin verða fyrirferðarmeiri þeim sko sterkari staða Kristrúnar á stjórnmálasviðinu. Í rauninni er það heppilegra fyrir stjórnarandstöðuna að einhver önnur mál þar sem að hún er sko ekki eins sterk á sællinu sko séu sko meira áberandi. Já. Þú nefndir stjórnarandstöðuna, hún næði ekki vopnum sínum. Að hve miklu leyti hyggur það sé vegna að þér virðist sundrungar innan sjálfstæðisflokksins að þau skortir trúveruleika og virðast eiga svolítið bara erfitt með að átta sig á nýju hlutverki og hvernig þau sækja fram. Jú, sko þar er reyndar staðan misjöfn. Miðflokkurinn og Sigmundur Davíð standa bara mjög sterkt og það er flokkur sem nýtur sín vel í þessari stöðu sem upp er núna vex og dafnar í þessari stjórnarandstöðu sem hann er í núna en það eru hinir flokkarnir tveir fyrrum valdaflokkarnir Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur sem eiga erfiðara með að fóta sig í þessu umhverfi sko Framsóknarflokkurinn er bara á einhvers konar gjörgæslu sko hann er að mæla svo lágt að það er fólkin í því bara hreinlega lífsæta. Finnst þér líklegt að maður eins og Willum sem maður heyrir innan Framsóknarflokksins að sé ef til vill líklegastur núna til þess að taka við sem formaður, finnst þér líklegt að hann breyti einhverju stóru ef hann verður næsti formaður flokksins? Sko, allt er breytingum undiroppið í stjórnmálum og Framsóknarflokkurinn og það er þetta sama með lögmáli sem ég nefndi áðan sko, fylgi samfylkingarnir hæstu hæðum þannig að það er ekkert mikið rými til þess að auka það en það er rými fyrir það að minnki og Framsóknarflokkurinn liggur svo lágt að sko maður myndi jafnvel halda hann kæmist ekkert mikið neðar sko og hann hefur meira rými hans í hináttina að auka fylgi sitt og við höfum séð það að Framsóknarflokkurinn hefur sko endurskapa sjálfa sig gennum tíðina trekk í trekk og snaraukið fylgi úr lágri stöðu áður. Þú vilt ekkert segja sérstaklega Willum? Jú, ég ætla svo að koma að því að ég held að þetta er þetta bara eitthvað svona fabulasjónir skiluru en Willum er maður sem ég held að nái miklu meira hafi miklu víðari skírskotun út í samfélagið heldur en kannski annað forystufólk í Framsóknarflokknum. Hann var óvanalega vinsæll ráðherra fyrir Framsóknarflokkinn á sinni tíð. Hann nýtur
svona almennari hilli held ég, heldur en margir aðrir, þannig að Framsóknarflokkurinn með Willum í forystu á eflaust meira færi heldur en undir forystu ýmissa annarra sko. Heimspekingurinn Alexander Henriksson sagði hér við Rauðaborðið í gær að hann teldi að Sigurður Ingi hefði aldrei náð fyllilega vopnum sínum eftir rasísku ummælin sem féllu á búnaðarþingi forðum. Ertu sammála því? Ég get nú ekki alveg sett punktinn akkurat þar sko. Já. Málið að stjórnmálamenni eru bara alltaf í einhverjum ólgusjó og það eru alls konar mál sem alltaf að fara að koma upp og það eru fullt af einhverjum atvikum sem eru stöðugt að gerast og það ekki endilega þau sjálf sem að skipta sköpum heldur hvernig menn takast á við þau. Til dæmis sko, þegar þú talar Sigurð Inga og þau ummæli, að þá náttúrulega líka sneri hann hérna algjörlega við orðræðinu í garð innflytjenda draganda kosninga með frægri kosningaræðu í sjónvarpssal sem að jók fylgi Framsóknarflokksins. Bjargaði því sem bjarga var kannski. Já, og þannig hann á nú alveg sögu í báðar áttir. Báðar áttir sko. Rétt. Og ég ekki alveg viss að eitthvað eitt svona atvik sé. Málið líka það. Stjórnmálamenn sem eru búin að vera svona lengi á sviðinu og fólk þekkir og allt það, þeir eru yfirleitt ekki dæmdir af einhverju svona einstaka atviki sko. Það samspilið er flóknara. Það var kannski tíð fyrir nokkrum árum að menn voru svona hanga í einstaka atburðum eða atvikum og hafði áhrif kannski frekar fyrir nokkrum árum heldur en menn eru líka að sjá að það voru kannski ekki. Erum við að vísa til vók áhrifana sem voru sterkari á þér? Já, sem voru þarna sterk tíma þar sem að sko menn voru með dæmdir af einstaka atvikum fremur heldur en af svona heildarframgöngu. Þannig ég sé það ekki alveg sko, en hins vegar bara Sigurður Ingi hefur ekki náð bara vopnum sínum almennilega sko í stjórnarandstöðu sko. Nei, kann það hlutur ekki illa? Já, ég veit það ekki. Það bara sko afhroðið í kosningunum var svo rosalegt að þetta var nánast róttök sem að Framsóknarflokknum var veitt og bara Framsóknarflokkurinn bara vankaður ennþá. Mjög. En sko þú segir nánast róttök og við sáum VG fá róttök, Pírata fá róttök, sósíalistar náðu ekki þingmanni í síðustu alþingiskosningum. Gæti það líka gerst að við sæjum Framsóknarflokkinn bara þurrkast út og hverfa á alþingi allavega? Ég sko VG datt út af þingi og það eru 4 flokkar á Íslandi sem við teljum til kjarnaflokka í flokkakerfinu. Maður tekur bara stjórnmálafræðina á þetta eins og við erum að reyna að greina íslenska pólitík að þá eru 4 meginflokkar sem dekka nokkuð mengi skoðana í landinu og svo hafa fleiri komið til skjalana og svo breytist þetta svona svolítið innbyrðis sem það eru 4 flokkar sem eru sko viðvarandi til staðar og Vinstri grænir, arftakar Alþýðubandalagsins voru einn af þeim flokkum og maður átti ekki von á því að neinn þessara flokka myndi í einhverju fyrirsjáanlegu umhverfi falla út af þingi en það gerðist með Vinstri græna þannig að þessi staða fjórflokksins svokallað bara ekkert lengur sú sem hún var og í rauninni það bara hugtak sem hefur enga í rauninni svona greiningarlega merkingu í samtíkamannum bara orðið af sögulegu stjórnmálahugtaki í rauninni. Þannig að það á engin eitt fast í hendi lengur. Þannig að Framsóknarflokkurinn getur auðvitað fallið út af þingi. Það ekkert sem það sjálfur sér ekkert í umhverfinu sem segir að það sé illmögulegt. Nei, og Miðflokkurinn gæti með sama hætti og nefndir áðan orðið stærri en Sjálfstæðisflokkurinn. Já, Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega í sérstaklega erfiðri stöðu. Við ræðum bara sögulega stöðu Sjálfstæðisflokksins sem svona valdaflokkur Íslands
kallum sko sjálfstæðisflokksins sko the hegemonic power á Íslandi og flokkur sem hefur borið ægishjálm yfir íslensk stjórnmál og verið nánast alltaf bara meira og minna við völd. Já, mjög nátengdur viðskipta atvinnulífi og öðrum afleitum. En sko það sem sérstakt við sjálfstæðisflokksins og sögu hans að sjálfstæðisflokknum tókst að halda saman hægri væng íslenskra stjórnmála, nánast alla 20. öldina. Að flokkar sem í löndunum í kringum okkur sem að búa við hlutfallskosningakerfi eins og við búum við svona í fjölflokkakerfi að þá voru flokkar hægra megin yfirleitt sko í 3 aðskildum stjórnmálahreyfingum og þú ert þá með sem sagt svona annars vegar sko svona hófsama kristilega demokrata, svona frjálslynda flokka, alþjóðasinnaða, Evrópusinnaða og svo framvegis. Og svo ertu með svona þjóðernisíhaldsflokka og þriðja mengið, þarna hægra megin var lengi vel sko frjálshyggjan sem að þar sem flokkar buðu fram líka undir þeirra merkjum og þetta eru svona 3 aðskildir hugmyndastraumar svona borgarlega frjálslyndi þjóðernisíhald og svo svona en hugsjónadrifna frjálshyggja og yfirleitt voru þessi mengi í sikkurum flokkunum í löndunum í kringum okkur sem búa við hlutfallskosningakerfi. En á Íslandi tókst að sjálfstæðisflokknum að halda öllum þessum hópum, öllum þessum 3 aðskildum hópum inni í sjálfstæðisflokknum og það var afrek. Tengdist það hagsmunum? Það tengdist þetta hagsmunum að einhverju leyti, já, þetta svona atvinnulífs hagsmunum og öðru slíku, ég meina, þú veist, það er ekki þetta aðskilja sko hagsmuni frá stjórnmálum sko. Ég meina, þú veist, stjórnmál eru stórum hluta baráttu hagsmunabarátta. En sumir flokkar eru samt ganga meira fyrir tiltekinu hugmyndafræði. Já, en mér finnst þetta svona, þú veist, ekki endilega eitthvað aðalatrið en það sem er merkilegt hvað sjálfstæðisflokknum tókst að halda þessu svona heilu. Auðvitað voru alltaf einhver klofningsframboð og svona, þú veist, borgaraflokkurinn og eitthvað þess þar og eitthvað uppgjör sem átti sér stað en almennt var þetta svona og formenn sjálfstæðisflokksins litu alltaf á það sem sitt sko megin hlutverk áður en gerðu nokkuð annað það var að halda flokknum saman það var erfiðasta verkefnið það var erfiðast að halda þessum 3 margt með ólíku hópum saman inn í þessari breiðfylkingu, þessari víðfemu kirkju þar sem voru ýmsir salir og halda þeim öllum sko til friðs innan sömu veggja, það var stóra verkefni. Núna er þetta bara gjörbreytt og sjálfstæðisflokkurinn stendur frammi fyrir því að sko hófsæmu kristilegu demokratanir sko frjálslyndis megin þeir stofnuðu bara nýjan flokk sem heitir Viðreisn og vegnar bara nokkuð vel og fara með utanríkisráðuneytið og búnir að leggja drög að nýjum aðildarviðræðum við Evrópusambandið og svo framvegis og þetta var allt inn í sjálfstæðisflokknum. Öll þessi öflug menn gleyma því oft að Evrópusinnar voru þar mjög öflugur hópur og en þeir fóru þangað þannig að það fór þar. Bjarni sjálfur, Benediktsson, daðraði við Evru og síðan ertu með þjóðernisíhaldið og það að koma upp í gegnum miðflokkin. Jafnvel þó að miðflokkurinn sé ekki klofningur út úr sjálfstæðisflokknum heldur út úr Framsóknarflokknum að þá hann að taka fylgi af þessum armi sjálfstæðisflokksins sem var þjóðernisíhaldið sem var inn í sjálfstæðisflokknum og alltaf opaslega sterkur hópur oft tengdur svona landsbyggðaröflunum í sjálfstæðisflokknum og við vitum alveg hvað fólk þetta er sterkur og öflugur hópur innan sjálfstæðisflokksins og auðvitað voru alltaf tókstar þetta milli þeirra og síðan frjálslyndu alþjóðasinnana en þannig flokkur var sjálfstæðisflokkurinn að tókstreitan gat á sér stað innan hans og þannig að þá flokkurinn að missa fylgi þangað og svo hefur það þriðja gerst á sama tíma
sem að sko, þriðja mengi flokksins, frjálshyggjan, horfin úr íslensku stjórnmál. Þú segir það. Það engin sem heldur henni lofti. Nei, en það aðeins skiptar skoðanir svona áhrif, hvort andi frjálshyggjunnar svífa þá. Já, en sko, ég að tala frjálshyggjuna, þá hugmyndafræði sem var keppt hér á vellinum til jafns við aðra lágmarksríkið. Það sem að tala var að skattar ættu að vera mjög hófstilltir, útgjöld ríkisins eða hlutverk ríkisins í samfélaginu ættu að vera verulega takmarkað. Það var lengi vel stóð hér fór fram á Vesturlöndum barátt á milli annars vegar næturvarða ríkisins og hins vegar barnfóstru ríkisins. Og þetta bara ólíkar hugmyndur hlutverk ríkisins. Frjálshyggjumennir sögðu sko að ríkið ætti að vera svo nætuverður, það ætti bara svona stilla til friðar og sjá til þess að það sé svona sæmilega öruggt, en vera ekki að skipta sér af fólki að öðru leyti. Það hagaði síðan bara sínu lífi eins og það kissi. Meðan að þeir sem aðhildu sko barnfóstru ríkið, þeir sáu ríki fyrir sér svona sem alltunliggjandi, það væri að skipta sér alls konar málum, það væri til dæmis að hafa hefði aðkomu að menningu, það hefði aðkomu að heilbrigðisþjónustu, það hefði aðkomu að menntun og svo framvegis, það væri svona að skipta sér að því hvers konar matvæli mætti selja, hvað fólk mætti drekka og svo framvegis. Samtímanum hefur barnfóstruríkið bara sko gjörsigrað þennan leik sko. Þeir bara unnu þetta 10-0 sko. Og nú lifum við í samfélagi þar sem að það efast engin lengur, engin svona stórleikandi í stjórnmálunum efast lengur þetta hlutverk ríkisins. Það engin stjórnmálaflokkur sem tala fyrir einkavæðingu menntakerfisins. Og ríkið eigi ekki að vera að kenna börnum að lesa og eitthvað svona. Það bara, þetta heyrist aldrei. En hvað var það skattana? Þá hefur Guðrún Hafsteinsdóttir svona reynt að nota það sem svipu að þessi ríkisstjórn, hún sé alltaf að hækka skatta á mikla. Já, en sko þú tengir það ekki frjálshyggjunni. Það engin stjórnmálaflokkur á Íslandi sem að tala fyrir því að fara með skatta niður í það sem frjálshyggjan hefur boðað. Það bara ekki nokkur einasti stjórnmálaflokkur í landinu sem gerir það og Sjálfstæðisflokkurinn bara alls ekki. Samandregið, út frá því sem þú nefnir, má þá álykta að Sjálfstæðisflokknum gengi ekkit endilega betur með annan foringja í brúnni. Ég veit það ekki. Sjálfstæðisflokkurinn þetta rótgrónasti flokkur landsins. Sjálfstæðisflokkurinn eini flokkurinn í landinu sem að má sko í klassískri merkingu hugtaksins kalla fjöldahreyfingu. Allir aðrir flokkar nær því sem að við köllum kjarnaflokka, heldur en fjöldaflokka. Jafnvel þó að séu flokkstrúktur í þessum flokkum eins og Samfylkingu og Framsóknarflokki og það sem eru félög og það fullt af fólki og það alls konar starfsemi, þá þetta ekki fjöldahreyfingar. Eins og Sjálfstæðisflokkurinn það sem að bara miklu meiri og ríkari svona strúktúr og sterkari hefðir fyrir þáttökunni og þetta sá flokkur sem tengist atvinnulífinu held ég enn sterkustum böndum, þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ennþá algjöru lykil hlutverki að gegna í íslenskum stjórnmálum. Og auðvitað skiptir máli hver velst í forystu fyrir hann, hversu trúverðugur hann álitinn af kjósendum í þessu hlutverki sínu. Guðrún Hafsteinsdóttir, hún auðvitað bara mjög fínn stjórnmálamaður, engum blöðum með það að fletta, en hún hefur ekki enn sem komið náð þessari stöðu sem að sjálfstæðismenn krefjast af foringja sínum og ein megin ástæðan fyrir því auðvitað svo að flokkurinn utan, hann heldur ekki valdataumana. Það mjög óvanaleg staða í íslensku stjórnmálum að Sjálfstæðisflokkurinn sko fari hvorki með völd á landsvísu né í borginni. Sko það 2 valdamiðjur á Íslandi.
og þær eru báðar hérna niður í Kvoss sko. Það er annars vegar landsstjórnin og hins vegar Reykjavíkurborg, bara vegna stöðu Reykjavíkur sem þessa sem einu borgarinnar í landinu sko. Að þá þessi staða svona, og fyrir sjálfstæðisflokkin, valdaflokkin í landinu sem sko, það aðrir flokkar geta vel lifað í stjórnarandstöðu og þeir eru meira svona að reyna að hafa áhrif á umræðuna, þeir eru að reyna svona að koma sínum sjónarmiðum að og allt þetta, en sko verði ekki alltaf að vera við völd. Sjálfstæðisflokkin, það bara í sko erðamengi flokksins að hann á að vera við völd, og ef hann ekki við völd þá eitthvað að og þá þarf að breyta því og vera hvorki við stjórnvölni í ráðhúsinu né í stjórnarráðinu, að það flokknum erfitt, og allir formenn sjálfstæðisflokksins þetta er þeim öllum erfið staða að vera í þessari stöðu. Já. Þú hefur sagt að flokkur fólksins sé áskorendaflokkur. Já. Og það sé ekkit ólíklegt kannski að manni það rétt haft eftir þér að loknu þessu kjörtímabili þá sé ekki endilega fyrir séð að líftímans verði langur. Nú veitum við ekkit það og jafnvel þó að flokkar sko hefji sína starfsemi sem sko áskorandaflokkar í einhver umhverfi, að þá geta það líka umbreyst og fest í sessi sem svona meira viðvarandi stjórnmálaflokkar. En það mikið hrapifylgi og óvinsælastir ráðherrar flokks fólksins. Já, það sko sem aðstofar fólk í ráðuneytunum segi mér að sé alveg, þetta ekki bara humbúk, þetta veikir stöðu þeirra í samninga, umræðum og ríkisstjórnarfundum og öllu sko. Þetta sko, flokkur fólksins áskorendaflokkur, hann flokkur sem kemur að utan og segir hér rangt gefið og við þurfum að breyta hér öllu og nær þeirri stöðu að komast í ríkisstjórn sem að nota bene sko ótrúlegur árangur. Og Inga Sæland hefur sko náð einhverjum stórfenglegasta árangri sem að við höfum séð svona í stjórnmálasögunni. Þetta svona hvers konar öskubusku saga. Ég vil ekki nota kannski svoleiðis orð ég vona að fólk virði það við mig sko, að ég á við þetta í ákvæðri merkingu sko. Að það manneskja sem kemur utan, sem tilheyrir ekki valdamiðjunni, bara stofna flokkinu eigin eldhúsborð til að jafna kjör. Og núna sko einn tryggja leiðtoga ríkisstjórnar. Þetta ofboðslegur árangur. En þetta ekki fólki sem versiraðast í valdabröltinu sko. Og það kemur auðvitað alveg í ljós að þegar að farið að staða þá miklu minni reynsla þarna. Stjórnmálaflokkar eru líka sko, þeir eru líka svona bakland stjórnmálamannsins og ráðherranna, og við höfum séð allt of mikið af því undanförnu að stjórnmálaflokkar eru farnir að verða einhvers konar samtök frambjóðenda frekar heldur en fjöldahreyfingar með strúktúr og allt þetta, sem verður til þess að við fáum inn í stjórnmálin fólk sem kannski kann ekki að fóta sig með sama hætti og fólk sem hefur stuðning og hefur skóla til í stjórnmálastarfi í gegnum stjórnmálaflokkana, og svo að segja hefur bara talað niður slíkt starf með hætti sem ógnar bara hreinlega lýðræðinu, að tala svona niður stjórnmálastarfi eins og gert hefur verið undanfarna áratugi. Hér og svo sem annar staðar sko. Því að stjórnmálaflokkarnir skipta ofboðslega miklu máli sem lýðræðislegar uppeldisstofnanir fyrir framtíðar stjórnmálamenn. Og þetta bara eins og að keyra vörubíla án þess að hafa nokkuð tímann tekið ekki einu sinni meira próf, ekki einu sinni bílpróf sko. Það bara meiri hætta og þú keyrir út af sko. Þannig að á þessum tímapunkti finnst þér ósnefnt að spá fyrir örlög flokks fólksins. Mér finnst ósnefnt að spá fyrir örlög þeirra allra. En sko
En ég meina, hann auðvitað í þessari stöðu vegna tilvistar hans, tilkomu hans, hvernig hann kemur inn, stöðun sem hann þá hann auðvitað í meiri hættu en aðrir. Það blasir algjörlega við. En það ekki þar með sagt að það sé ómögulegt að vinna úr henni. Nei, maður líka tekið eftir og kannski svona hugmyndir hefðarvald skipta þær einhverju máli. Maður tók líka eftir að það var svona, það hefur, ég held ég geti bara sagt það upphátt, að það hefur fjölmiðlar hafa sumpart sótt harðar af flokki fólksins. Kemur að gagnrýni og álitaefnum, kannski vegna þess að hann svona smá aðskotahlutur í hugum ráðandi fjölmiðlamanna sem við erum vönið í að hafa ákveðna heimsmynd hérna innanlands og það stundum þegar svona eitthvað óvænt gerist að þau hafa virkilega sætt harðri gagnrýni, ekki síst í hádegismóum hjá Mogganum Já, Morgunblaðið hefur náttúrulega farið mjög hart í þá sko. En það líka held ég bara þannig að það farið svona eftir því sem að menn telja þá kannski vera að veikast í lekkurinn, það nú alltaf þannig í stjórnmála baráttunni sko. Það má líka spyrja sig út í sko hvort efnistökin á Ríkisútvarpinu hefðu verið nákvæmlega sömu hvort barnamálaráðherra í öðrum flokki sko, maður getur ekki lagt mat það, maður getur bara svona hugsað, ég náttúrulega búin að vera alla þessa áratugi í fjölmiðlaheiminum, það alveg spurningar sem kveikna. Heyrðu, en vinstrið á Íslandi, hvað að gerast með vinstrið? Sko, eins og við rættum á hann, VG datt út, sósíalistar virðast að vera nokkuð duglegir í að tortíma sjálfu sér með einhverjum erjum og svona. Það út af erjunum sem að margir svona segja bara vinstri sé bara einhvern veginn horfið úr íslenskri pólitík, eitthvað svona stærri straumar þar að verki? Það nú alltaf segja sko að deilurnar eru mestar eftir því sem einingin smærri sko. Hvernig var þetta nú í sko sósíalistaflokkunum í gamla daga, þá voru sko harðvíktu að deilur á milli KMLM og KML hvað var það? K eða eitthvað sko, hvort sem þú væri marxín-leninisti eða trotskíisti eða eitthvað, þá gátu menn borið sko banaspjót bara í einhverjum svona smá núansum í hugmyndafræðinni. Vinstrið, það bara væntanlega einhver gerjun í gangi, myndi ég halda þar. Það pláss fyrir vinstriflokk í íslenskum stjórnmálum, vinstra megin við Samfylkingu. Það hefur alltaf verið, þetta í fyrsta sinn sem að við höfum ekki neitt flokk þeim megin. Hátt í 15% og jafnvel 20% landlausra kjósenda. Þetta, ég myndi segja að svona flokkur gæti gert sér vonir að ná yfir 5% þröskuldinn og þú veist að þarna upp 10% fjall nú þarna niður dautt ef ég maður rétt þarna megin seinast, þannig að það alveg fínt rými þar. Ég hins vegar þetta fer nú dálítið eftir einstaklingunum sem að þarna eru staddir núna, hvað þeir eru opnir og hvað menn verða svona klókir og skapandi að búa þá til eitthvað nýtt. Ég myndi halda að það þyrfti einhvers konar nýsmíð til þess að taka við þessari stöðu. Ekkert alveg sannfærður það að vinstri grænir geti bara eins og þeir eru samsett núna risið upp aftur og komið bara tilbaka eins og ekkert hafi í skorist. Ég ekki viss það og Píratar, það þarf þá, oft hefur sko viðsnúningurinn á vinstri vangnum orðið mestur þegar að menn hafa náða að sameinast einhvers konar nýja útgáfu. Þú veist, bara eins og gerðist með Samfylkinguna á sínu tíma, sem verður auðvitað til úr 3-4 flokkum eftir hvernig menn telja það. Og það eru þetta bara dauðafæri, myndi ég halda, fyrir nýjan vinstri flokk á þetta svið þar sem að fólk úr vinstri grænum, úr Pírötum og einhverjum öðrum hreyfingum jafnvel gætu komið saman. Þá þarf fólk að ná saman. Björn Leví Gunnarsson sagði hér við Rauðaborðið fyrir skemmstu að stjórnmálinn hefði breyst þannig að vægi leiðtogana væri orðið mun meira en hefði verið, og við erum hér svolítið að ræða leiðtoga.
stendur þetta svolítið og fellur með til dæmis manneski eins og Sönnu Magdalenu Mörtudóttur sýnist þér núna? Ég meina hún mjög öflugur stjórnmálamaður, hefur sýnt það, en sko já, það hefur orðið algjörð leiðtogablæti einhvern veginn bara í samtímanum, þetta snýst allt leiðtoganúorðið og flokkarnir eru allir orðnir meira og minna. Sko, lengst af þá voru þetta nú svona meiri teymi í stjórnmálaflokkum, það voru svona einhver forysta í stjórnmálaflokkum, það vissi allir hverju voru í forystunni og leiðtoginn var svona fremstu meðan jafningja. Er þetta alþjóðleg hræring? Er þetta meira hérna innanlands? Já, þetta líka bara tengist miðlunni, það er svo erfitt að ná í gegn öðru heldur en bara einhverjum svona einu andliti, sko. Já, nákvæmlega. Og þá fer allt að snúast það. Ég meina þetta fór að gerast hjá okkur, þú veist, með Davíð og Ingibjörgu Sólrúnu og eitthvað svona þar sem að leiðtogarnir verða svona sterk andlit fyrir sína flokka frekar heldur en svona hvað maður að segja, sko teymið kannski, svona forystu teymið sem að var meira áberandi áður fyrir, þannig að ég veit ekki hvort að svona flokkur þurfa að snúast alfarðið einhvern einn leiðtoga. Ég ætla nú að leyfa mér að efast að það sé nauðsynlegt, sko, og jafnvel getur náttúrulega líka verið stundum meira færi fólkið í því að reyna þá aðeins að koma á skjön við það sem í gangi núna, en þessi tilraun Píratana að vera ekki minna eitt formann sem að býru þetta bara til eitthvað svona klíkuræði, sko. Þá bara eitthvað klíka sem ákveður það hver aðal, sko. Og það heldur ekkert mjög gott. Það þarf eitthvað strúktúr í svona líka. Þannig að einhver nýr vinstriflokkur, ég meina, við erum að sjá það í Danmörku núna. Kosningar, það eru sveitarstjórnarkosningar í Danmörku í dag. Og þar töluvert gerjun vinstra megin og þú veist, einhverja kannanir voru að sýna það að 3 vinstriflokkar gætu náð meiri hluta í Kaupmannahöfn, sko. Já. Og þá vinstra megin við sósíaldemókratana sem hafa þetta farið mjög langt á eftir þjóðarnes svona populískum öflum þar og skilið eftir rýmið vinstra megin við sig fyrir aðra flokka þar. Áhugavert. Það voru margir sem sögðu fyrir síðustu þingkosningar að Miðflokknum og Flokki fólksins framan af vegna þess að hann skipti stefnu gagnvart innflytjendum og þeirri umræðu. Eiginlega sko þaggaði niður í sjálfum sér. En það voru margir sem að fögnuðu því að síðustu kosningar Miðflokkurinn og Flokkur fólksins framan af hefði ekki náð að láta kosningarnar hverfast útlendingahandúð. Það jú rétt ár síðan við gengum að kjörborðinu. Manni finnst að það hafi ansi margt gerst á þessu ári. Þetta ekki sammála því hvað var þar? Jú, þau sko málefni aðkomu fólks bara undirliggjandi einhvern veginn í öllu núna og þetta að mörguleyti innflutt bara umræða frá löndunum í kringum okkur. Frekar heldur en eitthvað sem fólk sko að reyna á eigin skinni á götum úti. Og við erum að flytja dálítið mikið af þeirri umræðu og hún bara algjörlega megn. Það má jafnvel spyrja sig hvort sveitarstjórnarkosningarnar, hvort upptaktur þeirra muni verða eitthvað á þessum nótum. Það getur alveg verið, sko. Og Þú ert ekkert mjög hrifin á þessari þróun eða eitthvað? Ég hef ekkert litið á það sem mitt hlutverk að vera hrifin eða illa við einhverja þróun. Bara mitt jobb gengur út á að reyna að horfa á þetta og meta einhverja strauma og svona reyna að vera ekkert að svona blanda minni afstöðu og mikið inn í það, en sko það sem maður sér hins vegar að þessi andúð í garð aðkomu fólks sem að hefur verið að vaxa svona mikið í löndunum í kringum okkur og runni lita öll stjórnmál alls staðar í löndunum í kringum okkur og þau eru farin að hverfast mjög mikið stöðu aðkomu fólks og bara fólk á ferð almennt. Það kemur allt bara hingað eins og alls staðar annars staðar. En samt nú sko þessi andúðarbylgja reis þetta hæsti kjölfarið á flóttamannabylgjunni fyrir 10 ára.
2015 náði flóttamannabylgjan hámarki í Evrópu eftir stríðið í Sýrlandi og svona ýmsa aðra óáran sem að leiddi til þess að gríðarlegu fjöldi fólks leitaði skjóls í Evrópu frá Miðausturlöndum. Svo rénaði nú þetta bara þessi straumur og það er miklu færra fólk í dag sem að leita sér skjóls vegna þess bara að ástandi í veröldin öðruvísi. Fengum auðvitað mikinn fjölda út úr Úkraínu en það var einhvern veginn önnur móttakan við þeim vegna þess að þau eru svona falla svona inn í það sem að fólk telur svona viðteknara, þau eru svona hvítir kristi samfélag sko og ekki svona eins og skjön í ásýnd kannski eins og sem fyrst fólk frá Miðausturlöndum vera. Þannig að þetta nú allt svona í gangi en það sem mér finnst athyglisvert að þegar að straumurinn minnkar og það eru svona færri að leita sér sko ágangurinn minni jafnvel þó að það er alltaf hægt að finna til einhverja tölur sem að sýna eitthvað varðandi einhverjar umsóknir eða eitthvað svoleiðis en bara straumurinn sem streymir út úr Miðausturlöndum til Evrópu miklu minni. Það er bara augljóst. Hann ekki sá sem hann var fyrir 10 ára. En umræðan heldur á samt áfram að magnast. Það finnst mér athyglisvert sko. Svo líka ef maður horfir langt fram þá getur nú orðið sko meiri flutningur fólks í kjölfar umhverfisbreytinga, loftslagsflóttamenn og svo framvegis þannig að sko Já, og við erum auðvitað bara flóttafólk, skilurðu. Við getum enda sjálf sem flóttamenn ef Golfstraumurinn. Íslendingar komu hingað sem flóttamenn, sko. Já. Og en það sem að hefur gerst á seinustu 100 árum að það stöðugt verið að svona takmarka möguleika fólks til þess að svona fara það dálítið athyglisvert og sérstaklega seinustu kvartöld hefur þetta verið að breytast hratt sko. En það eru 100 og eitthvað fá ár síðan að heimurinn fór að taka upp sko landamæragæslu. Það ekki eldra síðan sko. Vegabréfið sér slíkt á sér aðeins lengri sögu en landamæragæsla bara algjörlega nýjuppfundið fyrirbæri sko. sem aldrei fyndið að hugsa því að sko mannkynið hefur verið til svolítið lengi og en núna finnst fólki þetta bara að vera nauðsynlegasti hlutur í heimi það verður að stöðva för sko og akkurat á landamærum þjóðríkja það einhver sem fann það var aðalmáli sko en það ekkert verið að stöðva fólk það ekkert verið að tjekka á manni ef maður fyrir út í Kópavog en ef við fyrir Kaupmannahafnar þá gegnir öðru máli sko. Rétt í lokin tengt því sem að framkom í upphafi það eru svona fleiri og fleiri í atvinnulífinu að kalla eftir vaxtalækkun, öflugir aðilar, það ekki bara fátækur og skuldsettur almenningur sem kannski fastur á leigumarkaði og blæðir hvern einasta dag og mörgum finnst engi segja sinna. En það vaxandi þrýstingur á vaxtalækkun, það líka bara, maður heyrið á fleiri áttum núna að íslenska krónan sé stór hluti af vandamálinu. Það alls konar hagfræðingar stíga fram og skrifa greinar að verðtryggingin, við séum föst á ákveðnum kláum að verðtryggingin eitthvað, við veitum ekki hvað gerist á morgun og ég ætla ekki að biðja að spá fyrir það, en eitthvað sem bendir til þess að þessi ríkisstjórn sem nú situr, hún muni hafa það stórkostlega hugrekki sem að margir kalla eftir hvað varðar svona stórumálin í efnahagsstærðunum. Stórt spurt sko, ég meina hvað með góður, ég veit það ekki sko, náttúrulega hagfræðingarnir leiðir þetta með þá ef ég hef rangt fyrir mér, en mér skilst að Ísland sé smæsta ríki, segjum Vesturlanda, sem heldur úti sko sjálfstæðum gjaldmiðli á frjálsu floti, í svona frjálsu opnu hagkerfi.
og það hefur verið svona álit hagfræðinga að þurfir almennt stærri heild til þess að slík mynt geti verið stöðu og allavega þá ekki kostnaðarsöm. Þannig að það er alltaf einhver kostnaður á krónunni bara vegna smæðarinnar og að vera í opnum frjálsum viðskiptum á frjálsum floti. Þetta er ekki alveg frjálst flot, þetta er svona stýrt aðeins að Seðlabankanum, hann kaupur og selur innan einhverja marka. Þannig að það er bara alltaf viðvarandi erfiðleikastig. Þetta er svona vandamál sem að mörg önnur ríki búa ekki við og býr til kostnað í íslenska hagkerfinu. Vaxtamunurinn hér er gríðalegt. Hann er gríðalegur og það sem er eitt af kostnaðinum við þetta fyrirkomulag. Við höfum reynt alls konar fastgengisstefnur og alls konar leiðir til þess að díla við þetta, en við komumst eiginlega aldrei fram hjá þessu almenna vandamáli. Við lifum á utanríkisviðskiptum en við erum með rosalega litla mynt, eða það er bara svo fáir á bakveðana. Þetta er bara ákveð vandamál og sem að svo eru önnur vandamál sem aðra þjóðir búa við sem að við höfum ekki. Við höfum ekki eins mikið kostnað af varnarmálum og ýmsu öðru, en þarna liggur bara kostnaður í íslenskri hagstjórn umfram önnur ríki og svo deila menn endalaust það hvort að það þurfi þá að taka upp annað gjaldmiðil eða hvort það sé hægt að gera þetta einhvern veginn öðruvísi, en þetta er bara eilíða deilan. Finnst þér ekki að sé svona hingað og ekki lengra augnablik nánast í aðsigi í þessum öfnum? Nei, það hefur komið alls konar kreppur og rann og aðstæður þar sem þetta hefur valdið erfiðleikum og þess að það hafi orðið ykkur augustund og slíku Þannig að nei, sjálfur sér ekki. Svo auðvitað náttúrulega blanda sér inn í þessa áframhalda aðildarviðræðna ef það verður þá samþykkt í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og það tengist auðvitað þessu öll saman líka, en nei, þetta er ekki bara business as usual. Það eru kostur og gallar við svona ef maður reynir að spá fyrir hvernig þjóðaratkvæðagreiðslan fer þá er svona sumpart verið að draga upp myrkari mynd af Evrópusambandinu heldur en kannski hefur verið hvað varðar kostnaðinn, óskilvirkni, fá stór fyrirtæki innan Evrópu og náttúrulega kísilmálmurinn núna hvað okkur varðar, en það er líka náttúrulega þrá landsmanna í stöðuleika, lægri vexti, gjaldmiðil. Þetta verður spennandi. Þetta verður mjög spennandi, einhverjum blöðum við það að fletta Kæra þakki fyrir komuna, Eiríkur Bergmann. Við höldum áfram eftir andartak, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.